Ja, nýtt og spennandi verkefni æfast með U21-landsliðinu og það hefst gegn Makedóníu. Hvernig leggst þetta í því? Það leggst bara vel í mig og bara spennandi tíma framöndan. Byrja alveg með nýtt lið þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út allt saman. Já, eins og vanalega þá þarf þetta milli móta alltaf að hrókera talsvert í liðinu. Hvernig líst þér á hana nýja hóp sem þú ert búin að velja? Já, líst bara vel á hann. Fullt af góðum strákum og við þurfum bara að hitta á réttu blönduna og ná árangri og búa til landsliðsmenn fyrir A-landslið. Mikið af mönnum sem hafa ekki verið þarna áður og margir sem eru að spila hérna heima. Er það eitthvað svona sem er bara jákvætt eða neikvætt eða hvernig lítur á það? Það er bara jákvætt. Við, eins og ég segi, ætlum okkur að búa til atvinnumenn úr þeim og gera það ennþá betri og gefa þeim reynslu í alþjóðlegum fótbolta og það snýst þetta. Gekk vel í síðustu undankeppni og voru náttúrulega grátlega nálægt í að fara alla leið í lokakeppnina. Hvernig metur möguleikana í riðlinum núna í þessari keppni? Já, það er erfitt að segja eins og er. Við sjáum til hvernig þetta fer af stað. Þetta er spennandi og eins og ég segi, gekk mjög vel með síðasta lið og væntingarnir voru ekki miklar þá en við sjáum svona til og erum spennandi. Ég hef trú á þessum strákum, þeir hafa margt til. Ég hef fullt af góðum strákum, þannig að ég hef trú að við getum gert góða hluti í þessari keppni. Kannski lærir mest eftir eða lærir aðeins meira inn á þetta eða þennan hóp þegar þið eru búin með Makedóníuleikinn? Já, þá kannski sjáum við svona hvar við stöndum og hvernig liðið er að virka saman og þá erum við allavega mikið nær. Takk.